Hvernig höldum við jafnvægi? Hvernig fer ég að því að standa á einum fæti? Jú, það gerum við með því að greina hvernig líkaminn snýr og beita vöðvunum til þess að vinna á móti því svo við dettum ekki. Þetta gerist inn í innra eyran okkar. Hérna ég með líkan af eyranu, þetta er náttúrulega stækkað og einfaldað. Hérna eru heyrnarfærin og kuðungurinn sem við heyrum með, en hér eru bogagöngin. Og bogagöngin eru hálffyllt af vökva. Það er að segja, þetta eru göng sem er vökvi. Og þegar ég halla, þá hallast vökvin með því að hann er alltaf láréttur. Þannig að það er alveg sama hvernig ég sný, vökvin hreyfist og það eru pínulítil hárréna sem segir hvort það er vökvi eða ekki og hvernig hann hreyfist, sem eru tengd við taugar sem setja boð til heilans og þá veit heilin hvernig ég sný. Heilin notar náttúrulega líka skilaboð frá sjóninni, þess vegna er erfiðar að halda jafnvægi ef við lokum augunum eða í myrkri. Ef maður lendir í, eins og einu sinni þegar ég var í riverrafting, þá lendi ég niður foss og bara ofan í heilnum í nokkra sekundur, vissi ekkert hvað var upp og hvað var niður, fyrir en galinn skaut mér upp. Þarna á líkaminn pínu erfitt með að vinna úr þessu svona hratt. En ef við erum út á sjó, að þá hreyfist þetta stöðugt, því að báturinn er alltaf á hreyfingu. Ég var alltaf í vandræðum með það þegar ég voru á sjó í gamla daga, að ég fekk svo mikla sjóriðu þegar ég kom í land. Aldrei sjóveikur. En ég var alltaf svona pínu eins og landið væri vaggandi þegar ég kom inn í land. Það er því þá eru frumöndurnar svo vanar því að þetta sé allt á hreyfingu, að þær halda því pínu áfram, þó þetta sé ekki raunverulega á hreyfingu. Stundum kalla sjórið á til eitthvað sem heitir flugrið og ýmislegt fleira líka. Þannig að svona vinna þessi kerfi saman til þess að hjálpa okkur að halda jafnvægi.